Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Drottinn Guð, Faðir allrar huggunar, veit oss fyrir orð þitt og heilagan anda stöðuga trú sem við getum sigrað með raunir allar og skilið að það er satt sem þinn elskaði sonur Jesús Kristur segir: verið hughraust, ég hef sigrað heiminn. Við biðjum í nafni hans. Amen. Svo ritar postulinn: Ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Hey.
Í Opinberunarbókinni heyrum við þessi orð. Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar til vera. Hvorki harmur né vein né kvöl framar til, hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði: Sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég Veginn þangað sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann: Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð.
hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til Föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Amen. Náð sé með yður og friður. Hér heyrðum við Berglindi ömmustelpu flytja lagið Ó Danny Boy á flautu. Með því efndi hún gamalt loforð við ömmu sína að flytja einmitt þetta lag við hennar hinstu kveðju. Kæru vinir, sólin lægst á lofti þessa dagana. Við lýsum upp skammdegið með ljósum til að bæja myrkrinu frá. Sú sem við kveðjum í dag var ljóssins megin. Frá henni sjálfri stafaði birta sem við svo ótal mörg fengum að njóta.
Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þannig spurt í Davíðssálmum. Hátíð nálgast, við erum opnari og viðkvæmari en í annan tíma. Fegurðin, sakleysið og góðvildin eiga greiðari aðgang að okkur en í annan tíma. Við finnum okkur umvafin elsku Guðs. Inn í þessar aðstæður erum við kölluð til kveðjustundar. Söknuður fyllir hugann. Orðin úr sálminum tala inn í nýjar aðstæður. Hvert get ég farið, hvert get ég flúið? Í dag beinum við sjónum okkar til þeirrar birtu sem aldrei bregst. Því þegar við verðum að sleppa, tekur Guð við. Hjá honum ekki sorg eða dauði, heldur líf frá eilíð til eilíðar. Aðventan gengin í garð, tími endurminninga, tilfinninga og undirbúnings. Tíma sem líka boðar trú og von. Drottinn kemur. Sigríður Guðmundsdóttir var fædd á Núpi í Fljótshlíð 14. júní 1935. Foreldrar hennar voru hjónin Katrín Jónasdóttir og Guðmundur Guðmundsson. Sigga ólst upp í hópi 11 systkina. Eldri voru Guðmunda Þuríður, Ragnheiður, Matthildur, Kristín, Jónas, Sigurður og Sigursteinn, en yngri Unnur, Auður og Högni sem einn lifir systkini sín. Hann átti ekki heimangengt í dag en sendir hlýjar kveðjur til stundarinnar með þakklæti. Uppvaxtarárin á Núpi voru sveipuð fegurðarljóma hjá Siggu og taugarnar þangað austur ætíð sterkar. Þetta var risaheimili þar sem glaðværð og samvinna ríktu. Ævinlega líf og fjör á bænum og rifjaði Sigga oft upp minningar þaðan. Það var því ekki skrítið að hún tengdi vel við lag og texta Þorsteins Ellingssonar í Hlíðarendakoti sem var í miklu uppáhaldi. Bænum mínum heima hjá, hlíðarbrekkum undir, svo margt að minnast á, margar glaðar stundir. Sigga gekk í barnaskóla á Hvolsvelli og síðar fór hún í húsmæðraskólann á Laugarvatni veturinn 1953 til 1954. Þar urðu til vináttubönd sem entust út lífið og Sigga, eins og í svo mörgu, miðpunkturinn í því öllu. Ásamt því að vinna að heimilis- og bústörfum heima á Núpi starfaði Sigga sem ung kona við sláturhús Sláturfélagsins á Hellu, kom að síldarsöltun á Siglufirði og fór á vertíðir til Vestmannaeyja. Það var á Laugarvatni sem að leiðir þeirra lágu fyrst saman. Hún þá í húsmæðraskólanum en hann í héraðsskólanum. Síðan liðu mánuðir og misseri og nokkur sveitaböll, en á einu þeirra fór svo að draga eindregið saman með þeim. Sigga og Guðjón Emilsson frá Gröf í Hrunamannahreppi tóku að rugla saman reitum og við tók áratuga farsæl samleið. Þau byrjuðu að búa í Reykjavík, en Sigga starfaði á þeim tíma á saumastofu. Sigga og Guðjón gengu í hjónaband í Breiðabólstaðarkirkju í Fljótshlíð á afmælisdegi þeirra beggja 14. júní 1963. Það sama ár fluttu þau í heimahaga hans að Gröf og stofnuðu nýbýlið Laxárhlíð úr landi grafar. Þar byggðu þau myndarlega garðyrkjustöð og hófu ylrækt, ræktuðu meðal annars blóm, tómata og gúrkur og voru svo með þeim fyrstu hér á landi til að rækta paprikur.
Auk þess framleiddu þau og seldu í mörg ár gróðurmold sem fékk nafnið hreppamold. Á síðustu starfsárunum ræktuðu þau skógarplöntur. Börn þeirra hjóna eru Emil, fæddur 1965, Eyrún, fædd 1968, Guðmundur, fæddur 1972 og Steinar, fæddur 1977. Barnabörnin eru 8 talsins og langömmu börnin eru orðin 4. Sigga og Guggi voru samhent og gengu í þau verk sem fyrir lágu. Verkaskiptingin skýr og umtalað var hve vinnufólkið undi vel sínum hag undir handleiðslu þeirra. Þau voru frábærir kennarar og höfðu lag á að láta starfsfólkið finna til sín í verkunum. Hver og einn fékk að finna hvað hann væri mikilvægur í sínu. Og þetta átti jafnt við eldri og yngri. En Sigga hafði náttúrulega alveg einstakt lag á börnum og ungmennum alla tíð. Og þau sem stóðu höllum fæti áttu líka hjá henni öruggt skjól. Tíma tóku Guggi og Sigga að sér börn sem komu úr erfiðum heimilisaðstæðum og þá kom vel í ljós hæfni þeirra til að leiðbeina og veita gott utanumhald. Í Laxárhlíð fengu því margir óharðnaðir unglingarnir ómælda umhyggju og leiðsögn sem reyndist dýrmætt veganesti út í lífið. Vegna vinnunar heima ferðuðust þau hjónin takmarkað en nutu þess þó nokkru sinnum að komast út fyrir landsteinana, meðal annars að taka þátt í brúðkaupum hjá vinnukonum þeirra frá Noregi sem dvalið höfðu hjá þeim í Laxárhlíð. Fyrr á árum voru það svo stuttar tjaldútilegur, bíltúrar nágrennið og inn á afrétt og að sjálfsögðu var farið í berjamó á hverju hausti. Eru það ótalin ferðalög sem fylgdu margvíslegum félagsstörfum þeirra. Guggi og Sigga voru góð í að útbúa ævintýri úr stuttum ferðalögum fyrir sitt fólk. Þau voru margt ólík, hann rólegur og yfirvegaður, en aftur töluvert meiri snúningur á henni. Góður samgangur og vinátta ríkti á milli bæja í Grafarhverfinu, uppalendur í hverju húsi og þar lagði Sigga sannarlega sitt að mörkum. Hjá henni og þeim hjónum var ævinlega opið hús og vel tekið á móti. Gestrisni af bestu gerð og víst var að enginn fór svangur frá Siggu. Var mikilvirk og virtist búa yfir óþrjótandi orku. Glaðsinna, jákvæð og lífsglöð. Handverk lék í höndunum á henni, hvort heldur það sneri að því að sauma föt á börnin, mála eða föndra, og stóra bunka átti hún af þýsku búrdablöðunum sem að geymdi fatasnið af nýjustu tísku. Sigga var fagurkeri og smekkmanneskja. Sjálf alltaf vel til höfð, bleiki liturinn í sérstöku uppáhaldi eins og glöggt má sjá á ýmsum í kirkjunni í dag og raunar mjög mörgum sýnist mér, hugguleg og gefandi í öllum samskiptum. Sigga var fundvís á hluti sem nýta mátti til gamans og gagns, kunni að redda sér og gera huggulegt í kringum sig oft úr litlu. Hún var rík af vinum og vinkonum á öllum aldri og raunar langt út fyrir sitt nærumhverfi. Stöðugar hringingar og heimsóknir sögðu sína sögu. Hún var trygg og trú sínum, næmur hlustandi en líka úrræðagóð. Sigga var raungóð og því ekkert skrítið að margar vinkonurnar leituðu til hennar áheyrn og sáluhjálp. Hjá Siggu skiptist árið í föst tímabil, réttir, jól, páskar og verslunarmannahelgi. Hún hlakkaði til hvers tímabils því þá var von á stórfjölskyldunni og iðulega margt gert sér til skemmtunar. Og arkitektinn að sjálfsögðu amma Sigga.
Réttarhelgina var fastur liður að fara að skoða augun, eins og það var kallað. En þá voru allir drifnir út í bíl á náttfötunum kvöldið fyrir réttir og ekið að safngerðinu og bílljósin látin lýsa upp og þá komu í ljós óteljandi glampandi augu í girðingunni. Upplifun sem beðið var eftir á hverju ári. Og svo var auðvitað réttarsúpan. Þegar réttir voru að baki, sagði Sigga, mikið er nú gott að þetta búið. Nú getum við farið að undirbúa jólin. Alveg lýsandi fyrir hana. Léttirinn að hafa klárað vel yfirstandandi tímabil en geta svo farið að hlakka til þess næsta. Í jólaundirbúningi var Sigga líka í essinu sínu og þá kallaði hún til fólkið sitt í ýmiss konar föndur og tilheyrandi þar sem að allir, stórir og smáir, fengu verkefni við hæfi. Síðan var risa jólabað á jóladag heima í Laxárhlíð með tilheyrandi matseld og dagskrá à la Sigga. Hún brá sér alltaf í jólasveinabúning, bankaði á glugga, söng og sagði frá, henti svo karmelum allt hús við mikinn fögnuð, en í sinina kastaði hún kartöflum, ekki við minni fögnuð. Lengi var lifað á þessum jólaboðum og karmelur að finnast í húsinu langt fram eftir hausti. Það var í mörg horn að líta hjá Siggu sem sjaldan sat auðum höndum. Hún var öflug liðskona í félagsmálum, var í forystusveit Kvenfélags Hrunamannahrepps í áratugi og sömuleiðis starfaði hún ötullega á vettvangi sambands sunnlenskra kvenna. Þau hjónin sungu langt árabil með kirkjukórnum, störfuðu í sóknarnefnd kirkjunnar og Guggi gegndi starfi útfararstjóra langt skeið. Trúrækin bæði og kirkjurækin og fyrir þeirra mikilsverða framlag og velvild í þágu Hrunakirkju fyrr og síðar þakkað af heilum hug nú við leiðarlok. Hinn seinni ár var Sigga umsjónarkona yfir föndri og öðru handverki í vikulegum samverum eldri borgara í kjallaranum á Flúðum sem við köllum svo og því forystu hlutverki gegndi hún vel inn á níræðisaldurinn. Að vinna með gamla fólkinu veitti henni ómælda ánægju en sjálf leit hún aldrei á sig sem gamla. Sigga var einnig virk í tvennum tímum kór eldri borgara hér í sveit og hafði mikla gleði af söngnum þar og samverunum. Sí ung, sí kvik og alltaf til í allt. Í matargerð var Sigga líka mögnuð og stöðugt að brydda upp á einhverjum nýjungum í eldamennskunni og hún hélt gott bókhald yfir alls konar uppskriftir sem að ráku á fjörur hennar og gjarnan var þess sérstaklega getið ef að þær virkuðu. Sigga hafði súrtunnu bak við hús sem geymdi alls kyns kjötmeti sem gott var að geta gripið til og misingur á borði algjörlega ómissandi. Hótel Mamma var sko alvöru hótel í Laxárhlíð. Sigga var líka sérfræðingur í kökuskreytingum sem ófáir fengu að njóta. Hún var einnig blómakona og kom oft að því að setja saman brúðarvendi og kistuskreytingar. Einstök orð sem kom upp aftur og aftur þegar farið var yfir ferilina Siggu með fólkinu hennar. Einstök mamma, einstök amma, einstök kona. Það var engin eins og Sigga í Laxárhlíð. Sigga var vel að sér í málefnum líðandi stundar, hún hafði sterkar skoðanir og ríka réttlætiskennd, iðulega viss í sinni sök og hafði djúpa sannfæringu fyrir skoðunum sínum og þeim varð ekki haggað svo glatt. Sigga var ákveðin og ótrúlega lungin í því að ná sínu fram. Börn og ungmenni talaði Sigga við eins og jafningja og engin greinarmunur þar gerður. Sigga frænka átti stóran frængarð og var því frænka margra, vel þekkt og mikils metin sem slík.
einstaklega ræktarsöm við sitt fólk og miðpunkturinn þegar efnt var til ættarmóta og hrókur alls fagnaðar. Amma Sigga var líka mamma og amma langt út fyrir sína fjölskyldu. Það voru einfaldlega svo margir sem áttu í Siggu í Laxárhlíð góða vinkonu og bandamann. Barnabörnin töluðu hvað þau upplifðu sig alltaf einstök í nærveru ömmu Siggu. Hún átti gott með að setja sig í spor þeirra og var vinur í raun sem að hlustaði, hvatti áfram og fylgdist með öllu sem þau voru að fást við. Og þegar að mikilvægt próf var í vændum eða erfitt verkefni stóð fyrir dyrum, þá var hringt í ömmu til að fá stuðning og styrk. Undir slíkum kringumstæðum var ævinlega kveikt á kertaljósi heima í Laxárhlíð. Það var talað ömmu sem var svo mikill snillingur í að búa til upplifanir. Ömmu sem kunni töfrabragð sem enginn náði að leika eftir. Ömmu sem kenndi að dansa, baka, föndra og faðma. Og það get ég vottað og við svo mörg og mörg að knús frá Siggu í Laxárhlíð var mikil heilsubót. Sigga var alltaf svo peppandi og valdeflandi, talaði fólk upp í kringum sig og átti svo gott með að samgleðjast. Sigga var félagsvera sem var alltaf til, að fara í bíltúr, skreppa í heimsóknir, kíkja í búðir eða á kaffihús og hún hikaði ekki við fram á síðustu ára stökkva til ef henni bauðst að komast á fjórhjól eða vélsleða eða taka þátt í einhverjum óvæntum ævintýrum. Sigga var stolt kona og rausnarleg, gefandi, hjálpsöm, jákvæð og hafði þessa óbilandi bjartsýni sem svo auðvelt var að smitast af. Siggu féll aldrei verk úr hendi, fyrst á fætur og síðust í háttinn, vakti eftir sínu fólki þangað til það var komið í hús. Sigga var svo sannarlega áberandi í okkar sveit, missti aldrei af hjónaballinu og skildi ekki það fólk sem hætti að mæta sökum aldurs á þá samkomu. Núna síðast í mars var hún mætt þar í sínu fínasta pússi, stórglæsileg, sannkölluð drottning sveitarinnar. Sigga var heilsuhraust og varð vart misdægurt, hörkutól sem kveinkaði sér ekki eða kvartaði. Dugnaðurinn ósvikinn og vinnusemin allt til hinstu stundar. Sigga í Laxárhlíð var sannarlega mörgum kostum búin og hæfileikarík og kunni þá list að njóta lífsins og búa til góðar minningar. Eftir að Guggi lést árið 2018 hélt Sigga sínu striki en þó fór þá ýmislegt að leggjast til sem að þyngdi róðurinn. En aldrei þó þannig að okkar kona léti á einhverju bera. Í byrjun september síðastliðinn lærbrotnaði hún og var lögð inn á sjúkrahús þar sem gert var að sárum hennar og öðrum sem hrjáð höfðu hríð. Hugurinn var þó alltaf einbeittur að komast heim og alls konar plön voru uppi hjá Siggu jól og jólaundirbúning. Og til marks einurðina þá munu vera aðeins rúmar 2 vikur síðan að hún sótti sér endurnýjað ökuskírteini. En fáeinum dögum fyrir andlátið fékk Sigga heilablæðingu og þá varð endanlega sýnt að hún ætti ekki afturkvæmt heim. Langþráð heimferð reyndist til annarra heimkynna. Sigga lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi 17. nóvember síðastliðinn. Margar kveðjur hafa borist til athafnarinnar og hefur þeim verið komið til skila til fjölskyldunar og þær því ekki lesnar upp hér. Það fer fram bálför í Reykjavík en síðan fær Sigga pláss hjá honum Gugga sínum í Hrunakirkjugarði.
Það verður hægt að signa yfir kistuna hér í anddyri kirkjunnar að athöfn lokinni og við skulum endilega ganga beggja megin að, þannig að þetta gangi nú greiðlega fyrir sig allt saman. Og síðan öllum viðstöddum boðið að þiggja kaffiveitingar í félagsheimilinu á Flúðum og fjölskylda Siggu væntir þess að hitta ykkur öll þar. Óskar Pétursson var kær vinur Siggu og Gugga og ætíð í miklu uppáhaldi hjá þeim. Hann ætlar nú að syngja fyrir vinkonu sína og okkur hinn íslensku konuna sem aldeilis á nú vel við.
Hún heitast þig elskaði og fyrirgaf þér, hún ávallt vörn þín, þinn skjöldur og hlíf. Það íslenska konan tákn trúar og vonar sem ann þér og helgar sitt líf. Hér einfaldlega allt sagt Siggu í Laxárhlíð. Elskulega fjölskylda, kæru vinir. Hvert get ég farið, hvert get ég flúið, var spurt hér að framan. Eftir aðeins fáeinar vikur hækkar sól aftur á lofti. Það tekur að birta á ný. Söknuðurinn verður áfram til staðar, en boðskapurinn tekur utan okkur. Dagar Siggu í Laxárhlíð verða ekki fleiri hérna megin, þar hafinn nýr kafli umvafinn eilíðinni. Og tími ljóssins í nánd. Ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum, segir engill jólanna. Fjölskylda og vinir, samferðafólk, við horfum nú til ljóssins sem Sigga tendraði með lífi sínu. Hún var ekta jólabarn og algjörlega í essinu sínu á þessum tíma. Jólin snerta við margvíslegum tilfinningum og við skulum leyfa okkur að gægjast inn í albúm minninganna, þar af nógu að taka. Megi þær ylja og boðskapurinn góði hreyfa við. Kynslóðir koma, kynslóðir fara, allar sömu ævigöng. Gleymist þó aldrei eilífa lagið við pílagrímsins gleðisöng. Þessar ljóðlínur fanga lífsins sögu. Kynslóðirnar koma og fara, en söngurinn hinn sami og trúin. Gleðisöngur sem nú hefur tengt Gugga og Siggu saman á ný. Sá söngur endurómur að heiman. Sigríður Guðmundsdóttir gengin til móts við himinin, lyft á vængi morgunroðans, á vit endurfundana. Hjörtun full þakklætis fyrir allt sem Sigga var, sínum og sinni sveit. Og loks þegar móðirinn lögðir í mold, þá lítur þú höfði og tár falla á fold. Þú veist hver var skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það var íslenska konan sem gaf þér sitt líf. Guð blessi minningu Siggu í Laxárhlíð. Amen.
Ég þökkum þér, himneski Guð, að vér megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir vorar þegar við biðjum blessun til handa Sigríði Guðmundsdóttur systur vorri, sem vér felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þau sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíð, uns vér öll söfnumst frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Sameinumst í hljóðri bæn. Allar bænir felum við svo í bæninni sem að Drottinn kenndi og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Sem
Við skulum rísa á sætum. Lofaðu sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu kominn, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottin vorn Jesú Krist. Amen.